Komið sælættur og nú ætlum við að fjalla óákveðin greini í ensku. Það sem að geti gert þetta pínlítið flókið að óákveðin greinir ekki til í íslensku, þannig að það mjög erfitt að finna einhverja hliðstæðu í okkar eigin tungumáli. En óákveðin greinir orð, lítil orð sem eru sett fyrir framan nafnorð í eintölu sem óákveðin. Það að segja nafnorð sem ekki taka ákveðin greini. Þetta pínlítið rangnefni af því að þetta fer á bara undan orðum. Þetta getur nefnilega líka verið lýsingarorð. Dæmi, this is a man. Þarna ákveðin greinin a og þetta getur verið í hvaða maður sem En this is the man, þá erum við að tala einhvern ákveðin mann. Þannig munurinn á ákveðnum og óákveðin greini. Þessi óákveðin greinir eingöngu notaður í eintölu, aldrei í fleirtölu. Áður en við förum dýpra í óákveðna greinin, þá þurfum við að rifja það upp að í ensku sérhljóðarnir eingöngu 5. Það eru a, e, i, o og u. Takið sérstaklega eftir því að ypsilon ekki sérhljóði í ensku, heldur samhljóði. Það fer fyrst og fremst eftir því að ypsilon yfirleitt borið fram með jóðhljóði í upphafi. Óákveðni greinirinn an kemur á undan orðum sem hefjast á sérhljóða. Við komum nánar að því á eftir. En dæmi, þarna eru 2 dæmi, an Englishman og an hour, og ég ætla að koma nánar að því á eftir. Hinn óákveðni greinirinn a. Hann kemur á undan orðum sem byrja á samhljóða í framburði. Dæmi, this is a book, b samhljóði, þess vegna kemur a. Is it a bird? Þarna kemur a þegar b samhljóði. Here you can see a parrot. Þannig kemur a af því að p á eftir samhljóði. Is that a yellow moose? Þannig kemur a á undan ypsilon, en það ypsilon samhljóði í ensku. Þá ætlum við að koma aðeins aftur að óákveðna greinir an. Hann kemur á undan orðum sem byrja á sérhljóða í framburði. Dæmi þetta the chicken laid an egg. Þannig kemur an af því að fyrsti stafurinn í orðinu á eftir og það sérhljóði. I have an urgent request. Þannig kemur an á undan sérhljóðanum u. Skoðið sérstaklega síðasta dæmið. They will be here in an hour. Þannig kemur h á eftir í ritmálinu en eins og þið heyrið hour, þá heyrist h-ið ekki og því byrjar orðið á sérhljóða í framburði. Þess vegna setjum við an. Eins og ég sagði áðan að þá ekki til hliðstæða í íslensku fyrir óákveðin greini, en þá snýst þetta fyrst og fremst tilfinningu okkar fyrir tungumálinu. Við þurfum ekki að lesa þessa setningu nema einu sinni til að finna það og hún hljómar eitthvað skringilega. I am man. Það augljóst að þarna vantar eitthvað og það þessi óákveðni greinir. Rétt væri það svona að segja I am a man. Þannig að með tilfinningunni þá skynjum við hvar óákveðni greinirinn á að koma. Takk fyrir að fylgjast með og við hlakka til að tala við ykkur aftur síðar.